Ein af fjölmörgum fallegum birtingamyndum minni samfélaga eru heimasíður eins og Stelpó í Grundó sem haldið er út á samfélagsmiðlunum Facebook. Þar setja konur í Grundarfirði inn hugmyndir að skemmtilegum hittingum. Prjónahittingar á Kaffi Emil eru orðnir fastir liðir og duttum við inn á einn slíkan. Stelpó í Grundó er fésbókarhópur, andlitsbókarhópur á netinu sem að er stofnaður í Grundarfirði til þess að auka félagslíf kvenna. Já, þetta er hugmyndafræðin hennar Elsu Fanneyjar Grétarsdóttur að bara koma konum út úr húsi til þess að gera eitthvað skemmtilegt saman á ólíkum grundvelli og sá félagskapur sem er búin að haldast lengst í þessum hóp er þessi prjónahittingur sem við höfum reynt að halda hérna 2 í mánuði. Sko, það eru prjónahittingar og voruð þið ekki líka í einhverju íþróttum eða eitthvað svoleiðis? Jú, það var brennó og skotbolti. Já. Þær voru nú að reyna að halda því út en svo voru konur nú miskeppnisglaðar og skotfastar þannig að það var eiginlega pínskotið í kaff. Nú eru þið flestar að ljúka við verkefni sem var einhvers konar leyni uppskrift og fylgdu stað, var hópverkefni, eða ekki? Þetta er handprjón.is, þetta er sjal eftir Auði Sólbjörtu og ég kastaði nú bara inn á hópinn svona stelpur að taka þátt og það var bara svona svakalega góð þáttaka. Við vorum þó nokkrar sem tóku þátt í þessu verkefni. Fyrst var það að prjóna, kaupa garnið, gera það klárt, tókum einn dag í það, vindu upp og annað. Síðan kom uppskriftin bara inn á lokuðum fésbókarhóp frá handprjón.is og þetta voru 4 vísbendingar sem komu með reglulegu millibili. Þannig að við þurftum að lesa okkur út úr því og fyrir okkur sem skiljum ekki, er vísbendingin hreyfið, vísið fingur aftur og takið lykkjuna? Hvernig eru vísbendingar í prjóni? Það er fyrst, hún postaði líka kennslumyndböndum og svo var bara þetta, hvernig ætlar að lesa út úr þessu og náttúrulega bara fylgir uppskriftinni, hvort þú ætlar að slá upp á prjón eða fella af eða hvað þú ætlar að gera. Ætlar að setja kaðalinn fyrir framan eða aftan og þetta er bara að rekja sig eftir línu fyrir línu, eftir vísbendingunni. Eftir vísbendingunni. Og eru þið allar með sömu niðurstöðu? Nokkurn veginn. Já. Komnir mislangt eins og Systa, hún er búið með sitt. Já. Við erum nokkrar að klára. Þið eru alltaf að prjóna á þessum hálfsmánaðar hittingum. Svo er líka bara velkomið að koma og fá sér bara kaffibolla með okkur og kjafta. Já. Það er eitthvað sem gera það? Jú. Alltaf gott að fá einhverja góða sögu með kaffibollanum. Það er ekkert heilagt í því. Hvernig, hvort er mikilvægara, bara félagskapurinn eða að íta eftir að þú prjónir í klukkutíma og 2? Félagskapurinn, klárlega. Klárlega. Af því að maður er að hitta konur sem maður er ekkert að hitta kannski dagsdaglega en maður bara rétt út í búð og segja góðan daginn. Þannig að maður sest niður og spjallar og það er ýmislegt misgaglegt sem maður lærir og fréttir og spjallar Þannig að, já, félagskapurinn er það sem þetta snýst Kannski ekkert endilega að vera að prjóna, náttúrulega gott að fá ráð og Já, ég heyrði áðan að það var svolítið svona að vera að peppa, bara svona stuðningur í gegnum til dæmis eins og svona flókin verk. Já, býtum á garni, ef einhverju vantar kannski eitthvað, þá getur alltaf einhver átta til og ef einhver er með uppskriftir sem er alveg bara hvað á ég að gera núna og þá er alltaf einhver kannski sem er búin með þetta eða veit hvernig þetta á að vera, þannig að við bara hjálpum stað. Og það er oft sem er að koma rútur eða með gætum og einhverju túristar og það er verið að taka af okkur myndir og það er stoppað og spjalla við okkur og útlendingunum finnst þetta mjög merkilegt að sitja einhverja konur eru að prjóna niðursognar og eru að kjafta og þetta og finnst þetta mjög merkilegt. Finnst þetta mjög gaman að einmitt sjá konur að verki, það sé verið að prjóna. Hvað er þetta búið að vera gangandi lengi, þessi hópur? Í 2 ár. Já, þið eru 2 ára. Já. Og alltaf jafn bara og góð mæting? Við höfum verið alveg frá því að vera 3 ár og upp í 15 og sem ég segi, svo koma konur, fá sér kaffibolla og spjalla við okkur, kannski kortið 20 mínútur, fara aftur og það er allur gangur á því. Við höfum tekið eftir því í Grundarfirði að það er mjög mikið hópa. Það er samfélagið oft sem er að gera eitthvað í heild eða kynjaskipt eða svona, það er mikið hópa starfsemi. Já. Veistu eitthvað út af hverju það er? Það er bara samheldnin, ég til dæmis sjálf,
spila blag, það stór og góður hópur, frábærum konum og það til dæmis eitt. Og svo þetta bara, er mikil félagsstarfsemi, það kvenfélagið, það Lions og ýmislegt þannig og það svona, ef ekki að segja, sé bara svolítið gamli góði ungmennafélagsandinn ennþá yfir vötnum. Að hittast og vera saman.